Góða kvöldið og velkomin á YouTube-brásina mína. Ég heiti Helga og ég handavinnu óð. Þetta 35. þátturinn minn hérna á YouTube-brásinni og í dag sunnudagurinn 1. júlí. Ég degi á undan áætlun en framundan veiðitúr og fyrsti veiðitúrinn og þannig að það nóg að gera og græja fyrir það. Þannig að ég ákvað að kýla á þetta núna í kvöld í staðinn fyrir í fyrramáli. Byrjaði að bjóða alla gamla og nýja velkomna. Ég set hérna á skjáinn og í boxi fyrir neðan hvar mig að finna á netinu sem á Instagram Helga A71 og á Ravelli það Helga AR og svo ég með like síðu verkefnatöskur Helgu. Og hérna, já, ég ákvaði þetta bara svona skyndilega að skelli í þetta og ég líka að prófa annað. Ég að horfa núna í gegnum aðal myndavélaugað á símanum til þess að gá hvort að gæðin og lýsingin skáni eitthvað við það. Þannig að ég þarf svona að venjast því að ég að horfa á annan punkt. Ég sé í rauninni ekkert hvað ég að gera. Þannig að ég seti spegil fyrir aftan símann svo ég sæi allavega í það minnsta að ég væri svona sirka fyrir miðjum skjánum og hérna sjá hvernig þetta kemur út. Ég búin að vera, það var ekki þannig unnist eitthvað mikið undan mér eins og oft áður, einfaldlega að því að ég tók alveg 3 daga frá morgni til kvölds í að sauma töskur sem að ég skal sýna ykkur á svona hundavaða og eftir. Og svo bara veiktist ég. Barnabörnin mín, eða elsta barnabarnið, hún nældi sér í streptokokka og lúnabólgu og amma þurfti að fá sér aðeins snert af hálsbólgunni. Ég held nú samt að ég sé ekki með streptokokka eða svoleiðis en ég var drullslöpp í 3 daga en er að lagast og hérna bara í heitu tei og hálsbrjósik og tók því rólega í gær og fram eftir degi í dag. Skruppum svo suður til dóttur okkar sem var að skoða íbúð og við vorum að gera og græja það með henni og hérna. Þannig að hún allavega komin í öruggt skjól þarna í höfuðborginni. Ég með 1 klár sem ég sagði í síðasta þætti. Ég vona að yrði klár og klár. Svo datt óvænt inn nýtt verkefni sem ég nefndi reyndar líka að ég ætti vona á að taka þátt í og ég að taka þátt í því og það verkið vinnslu en mér langar alveg svaðalega að vera búin með búkin og ermarnar á því áður en ég fer í veiðitúrinn en ég veit ekki hvort ég næði að því ég búið með garnið og það ná í meira morgun. Ég ekki alveg búið með það, ég þori ekki klára það því ef það ekki til saman lotunúmer þá þarf ég aðeins að svona skýta miksa til þess að eða það eitthvað mikill litamunur á dokkunum til þess að það beri sem minnst á því. En sem komið hefur ekki dottið í pokan en ég veit að ég á vona á sendingu. Ég fór í hérna smá vöruskipti og sýningu það þegar það kemur. Ég á vona því að það verið komið því ég kem tilbaka úr veiðitúrnum. Það bara að sýna ykkur klárið en það hérna veiðisokkarnir fyrir bóndan. Þessi strekkjarar fyrir sokkana alltaf litlir fyrir stærðin á honum þannig að þeir ekki eins og fínur og flottir eins og eins og mínir eru á strekkjaranum. En þetta ég margbúin að tala þetta. Þetta hérna Step 6 garnið, þetta grófara Austumann Step sokkagarnið, þetta DK grófleikinn. Við prjónaði þetta á 3 mm prjóna. Prjónaði báði í einu en setti hælana í eftir á. Af því að það
þeir hælar verða dýpri heldur en styttu umferðarhælarnir og þeir henta manninn mínum bara betur. Og minnir að þetta séu 56 lykkjur. Venjulega var ég með 64 en að þetta er grófara og grófari prjónar þá var ég með ferlykkjur og ég er með stroffeila alla leiðina niður fótinn. Og og þegar ég var komin eitthvað sirka hingað, ég var alltaf að gera sléttubrauð, þá byrjaði ég að gera bara 3 sléttar og 1 brauðin til þess að láta teygjuna aðeins minnka og svo er það bara slétt alveg niður fótinn. Þannig að þetta er kláruvikunar og fínt að ég gæti sýnt ykkur þetta núna af því að þetta fer bara beint hún í veiðifetta töskuna. Svo sést í nokkur sokkapör hjá mér. Já, alveg fáránlega mikið af þessu og mér langaði svo að dásta aðeins að þessu og var að dúlla mig við að skoða munstrinn og garnið og svona áðan og ákveð svo bara að leyfa því að vera þarna. Að leyfa fleirum að njóta þess og horfa á litina heldur en bara sjálfur mér. Nú síðan er það verk í vinnslu. Ég ætla að byrja að sýna ykkur sokkapar. Ég bara held ég rétt að verða búið með hælana. Ég sé búið með hælina á, þetta er svona lágir sokkar, þetta er í prjóna samklúbnum hjá henni, heitir hún ekki, hún er Nordic Stitches podcastinu, Lilly, minni mig. Og ég gerði bara svona stittan umferðarhæl og ég gerði bara garðprjón. Ég nefndi ekki að prjóna brauðið tilbaka og þá kemur svona aðeins önnur áhrif og þetta heitir, uppskriftin heitir, hún heitir eitthvað sem að mér finnst alveg hæfi að hafa, já, seafoam. Þannig að mér finnst alveg passa að hafa svona bara garðprjón aftana og þetta er svona frussið af sjónum og ég litaði þetta gatt sjálf. Þetta er bara Knitpicks sokkabandskap með silfruðum þræði og eins og alltaf í þessum grófleika þar er alltaf með 2,25 mm grófa prjóna, hæja sjarp í þessu tilfelli og leið og ég búið með hælinn og þá fer ég í munstrið og það verður ekki lengi gert. Þetta mun koma með mér í veiðitúrin af því að það er þægilegt að hafa svona smátt í bílnum. Þegar ég nenni kannski ekki að standa úti og berja vatni þá er fínt að setjast inn og horfa á podcast eða hlusta á sögu og prjóna smá og ná í kroppinn. Nú síðan náði ég aðeins að afsakið, það er svona óvænt kýtl alltaf annars lagi í hálsin. Síðan náði ég aðeins að vasast í Vertices Unite hjá Stephen West en það er mjög erfitt að sýna það að því ég með þetta allt á sama prjónunum að því að prjónir sem ég var að nota í þetta fjólubláa varði ég að taka úr til þess að vinna í peysuverkefninu sem ég tók að mér. Þannig að ég get ekki sýnt ykkur eiginlega neitt, þetta er bara allt snúið og það er ekkert nein grenjandi snilld hjá mér að vera að gera þetta svona. Ég ætti að sjálfsögðu að, nei, núna lagast þetta eitthvað aðeins. Ég ætti að sjálfsögðu að setja bara þessar lykkjur á bandið eitthvað en það er ekki svo mikið eftir af þessu fjólubláa. Þá er þriðji hlutinn búinn og þá gerist eitthvað annað spennandi. Ég man ekki hvað eru, þetta eru 4, 5. Já, og síðan eru hluti 4, 5 og 6 eftir og þeir eru nú bara litlir með fyrstu 3 og síðan náttúrulega allt ækord. Það er allt ækord utanum allt sjalið
En það bara svona góð bíómynd að græja það. Þegar maður svona búinn að gera þetta hvort nokkru sinnum sem maður notar svo mikið af Stephen West, þá það bara eiginlega ekkert mál. Og bara gefur rosalega svona fallegan frágang á sjölinn. Sérstaklega þegar eru svona mikið samsett. Og ég reyni líka orðið að vanda mig með þegar maður að taka upp aftan. Þetta sé svolítið snirtilt líka. Af því að auðvitað vil sjást í þetta hjá okkur líka. Þannig að mér skipta pínu máli að það sé vel tekið upp á bakhliðinni líka. Maður á ekki, já, en þú veist, ef það klikkar eitthvað þá bara so be it. Þetta má ekki vera fullkomið. Nú, síðan það þetta sem búið að eiga hugminn allan og ég bara þannig gerð þegar ég að prjóna eitthvað þá vill ég bara vinna svolítið hratt og þannig ég já, bara mér gott að vinna hratt, koma frá mér og njóta svo bara árangursins. En það er alls engin þannig tímapressu. Ég held að skilin sé ekkert meðan ágúst. En ég búin að koma nefnilega í annað verkefni sem tek við þegar ég kem heim og næsta veðurtúr og þá langar mér bara rosalega að geta skilað þessu vel að mér og nota þetta því að mér finnst þetta þessu peysa höfður mikið til mín. Ég að nota Karisma nr. 21, bara svona steingrár litur og ég á þessa hespu og aðra til eftir. Þannig að ég hugsa ég klári nú að prjóna alveg úr þessari, fara svo að tjekka á morgun. Ná í fleiri dokkur, mér vantar þá sko alveg nánast alveg jú ég myndi segja, mér vantar alveg í ermarnar og kragan og fyrir hnappaguttinn og allt það. En þetta sem sagt, og við megum sem erum að prjóna þetta, hún hvatti okkur eindregið bara til þess að sýna og svoleiðis, þetta ekkert eitthvað leynd og ég gerir ráð fyrir að hún ætla að stefna að gefa þetta út strax í haust, bara í byrjun september, miðað við svona skilafrestina því að hún sem sagt ef að það ekkert mikið vesen á tölunum, að þá þetta faktist bara tilbúið. Hún bara komið alveg frábæra formúlu fyrir hönnun, já, það sem hún að hanna og þetta Mina Philip hjá The Knitting Expat Design sem ég hef prjónað fyrir áður. Og þetta ásamst að verða jakkapeysa. Hún á að prjónast fram og tilbaka, sem sagt. En ég var svo óþekk að ég ákvað bara þegar ég var að byrja á þessum köðlum. Þetta minnir svolítið á Lily cardigan sem við vorum að gera í vetur í samprjónu hjá Guðlaugi í þráðum. En ég ákvað bara að það sérst eða vera tvær svona sléttar kantlekkjur og síðan á maður að taka upp þar fyrir nappaguttunum og því. Ég ákvað bara að bæta við 5 lykkjum í miðjuna og allir svo bara klippa upp og hekla og tillaði niður innan og setja listan og allt það. En hún svo æðislega aftan líka. Það svona tvöfaldur breiður kaðall. Og svo þetta náttúrulega þegar þetta búið að fara í þvottavélina þá ég vandræðast að sjá hvað ég að sýna ykkur. Opnast þetta náttúrulega ennþá betur. Og það ekki það að mér finnst ekkert leiðilegt að prjóna brugðið en ég bara lengur að ég heldur að prjóna slétt og af því að ég veit að þetta kemur ekkert niður á neinu í sambandi við hönnunina að gera þetta svona að þá ákvað ég bara að gera það. Þannig að því mér langar að vera, já, komin langt á ég með þetta allavega áður en ég fer upp í veiðivatna. Því ég hugsi ég taki þetta ekki með mér, ég ætla að taka með mér sokka og jú, ég ætla að sýna ykkur aðra peysu sem ég að tullast í sem sem sagt svona einföld. Ég ætla að reyna að vera rosa duglega að vera út að veiða þannig ég ætla ekki að vera að
ekkert að vera hérna espa sjálfa mig upp með því að vera með mikið af dúllerí til þess að láta mig glepjast í. Allt í lagi að hafa sokka með sér og hérna og eina svona peysu til þess að dunda sig við það, og það verður náttúrulega aðallega í akstrinum, af því svo alveg veiði bara með veiða frá 7 morgnan til 11 á kvöldin, held ég, 10-11. Og þá fer maður bara inn í skála og upp í rúm og rótast. En þessi hérna ætlar að hérna koma með mér. Hún stekkaði pínu í dag, hún kom með í bíltúr til Reykjavíkur. Þannig að hún svona aðeins farin að, já, hún svona komin hérna, hvernig gerir Guðlaug, hún áttir að bæta svona við. Þá er ég komin bærum. Og þetta er hérna úr Einrúm bókinni sem ég hef talað sálega í 7. sinni eitthvað, KBG 11 og Bellissima Gard sem var til nýri gallerísnótur. Ég veit ekki hvað er mikið eftir að því, ég var að hætta með það. Þetta er bara base 0002. Þannig að þetta er nú bara allt og sumt sem að Kjalla hefur verið að bauka við í þessari viku. Hefur oft verið meira en líka minna og það er bara alltaf. Það er engin prjónalega hérna. Og ég ætla að sýna ykkur svona, það er nú slatti farin af nýju töskunum. En það er samt alveg hellingur til, sko, það er ekki máli. En hérna sést í 2 og það er aldrei nema, það er ein típan sem að ég gerði, sem ég átti bara afganga, ég myndi ekki eftir því. Ég var búin að gera áður nokkra svona og átti afgangi í 4 og gerði það í viðbót, annars eru í mestalagi 2 af hverri tegund, oft bara 1. Og þetta er svona ansi glaðlegt og vegalegt sumt af þessu. Og efni sumt var þannig að það var bara ekkert hægt að gera við það nema bara notaði akkurat í pokan. Ég náði ekki í til þess að gera vasa eða höldur, en það er líka ágætt að eiga þessa svona bara, þú veist, til þess að nota bara bókstaflega sem prjóna körfur. Þá brýt ég oft bara niður svo að garnið sé ekki að húkast í rennilásin, og leið að komið eitthvað í þetta þá stendur þetta alveg sjálft. Og þær eru sérst 3 í þessari stærð, en það er allt sikkvert. Hérna gamli lagarinn, til að færa hans til það. Allt sikkvert samt, sérst efnið í þeim enga síður, þá sé það sama munstri hérna í uglunum með sikkur liturinn og svo uglur og apar í 3. Og síðan fékk ég svona pínubút af bleikum og mixaði, náði ég handfang en ekki vasa. Og þessir eru líka bara með handfangi. Og ef það er ekki vasar innan, þá seti merkið mitt bara hérna utan á töskuna. En það gerir þetta svolítið svona flott að hérna vera komið með svona merkið mitt á þér. Mjög ánægð með það. Og ég fekk svona strigaefni í 4 töskur, allt ólíkt. Einu farin og hérna er ein með Eiffel-turninum og svo þessar 2. Og eina svona sæta Hello Kitty. Og svo hefur mikið verið að taka þetta bara sem svona bleiutöskur eða snyrtutöskur. Eða svona sjóara töskur og önnur hérna með svona minni, þessi bláa með minni sjóara ringjum. Og
svona bleik, sumarleg og hesta. Það ein bílataska eftir. Það hérna til einhyrningar. Þau hefðu nú alveg mátt prumpa glimmeri. Það alveg smart sko. Það til hérna sikkur kísu taskan eftir. Og svo fekk ég þrenns konar efni í hérna jólatöskur og eitt efnið fór strax. Síðan á ég hérna tvær svona með jólasveinum og tvær svona með hreindýrum. En þetta svona það sem til núna. Og hérna, já, og það hefur bara farið slatti út af þessu síðan að þetta fór í lofti. Já, svo hérna þegar ég er búin að masa hérna við ykkur, þá skeyti ég við þetta vídeó, viðtal sem ég tók við manni minn rétt aðan. Ég nefnilega var að horfa á Pins and Needles podcastið hjá henni Zoe í Englandi, þar sem hún var að yfirheyra manninn sinn og hafði fengið svona spurningalista frá annarri konu sem að vantaði eitthvað svona innihald í þáttinn hjá sér og ákvað bara að hérna spyrja kallinn sinn spyr honum út og samdi 45 spurningar. Ég fækkaði þeim pínlítið af því að sumar voru svo líkar að þær, þú veist, það var tilgangslaust allavega á íslensku að spyrja, þú veist, það var ekki hægt að orða öðruvísi en spurninguna sem var nokkrum spurningum undan. Þannig að ég leyfði honum ekkert að sjá spurningarnar, hann kom bara hérna inn og settist niður og svaraði bara og hérna, ég hafði bara lúmskaman að því að heyra hvað honum finnst þetta brölt mitt og hann neldi nú alveg oft naglan á höfuðið. Ég var ánægð með að, þú veist, sumt sem hann vissi ekki, það er bara fínt, þau þurfi ekki að vita allt. Og ég er ánægð með að þetta angrar hann ekki hið minnsta. Þannig að það er bara gott að ég hafi þetta til þess að hafa ofana fyrir mér og hérna tala ekki að þetta náttúrulega hefur hjálpað mér að koma töskunum á framfæri og þar fram eftir götunum. Þetta videoblogg brölt mitt og svona og ég, þú veist, kynnst sem var náttúrulega alveg ómetanlegt fullt af yndislegu fólki. Bæði hér í gegn og í gegnum Ravelli og hérna og svona like-síðuna mína og það sem að svona er á Ravelli er að þar er ég að komast í samband við kannski fólk sem býr erlendis, skilur íslensku og er að þefa þessi íslensku videoblogg upp og hérna til þess að heyra hvað við íslensku prjónararnir erum að bauka í okkar heimi sem getur alveg verið mjög ólíkur til dæmis bandaríska heiminum af því að þar er oftast nær allavega þessi podcast sem ég fylgist með að bara á sumum tíma ás er bara nánast ómögulegt að vera að reyna að prjóna eitthvað úr ullósuleis en það er nú það góða við að búa hérna, þú veist, lengst út í raskati er að það er alltaf tilefni til þess að prjóna úr ull. Þannig að þetta er ekki alls slæmt. Og ég segi, ég er kannski eina af þeim fáu sem að nöldra ekki mikið undan veðrinu enda hefur þau forréttindi að ég hefur verið að fara til útlanda sem að þú veist þá jafnar þetta sig að vera hérna í þessari veðráttu sem er allavega hérna á Vesturlandinu og Reykjavíksvæðinu, þessi mikla rigning og þetta sólarleysi sem er búið að vera. En ég náttúrulega fekk viku á Spáni og svo 2 vikur í Frakklandi og Möltu núna
og svo ætla ég að fara til Svíþjóðar, en í millitíðinni þá ætla ég að vera upp á hálendinu meira og minna og það nú ekkert hlýtt eða neitt, en ekkert svo slæmt. Þetta geti alveg verið verið. Við lentum í bara vetrastormi í fyrra á Veiðivötnum, en spáin mun betri í ár, allavega vindlega séð, en það verður kalt og þá bara klæðir maður sig vel í ullarfötin sín. Já, þannig að þetta svona, ég vissi það að þátturinn yrði í styttra laginu og þess vegna fannst mér alveg bráðsnjallt að taka bóndan á beinið eða teppið eða hvernig sem ég orðaði það og heyra hvað hann hefur að segja um þetta og já, bæði gaman hvað hann veit og veit ekki og hvað, þú veist, já, þið fáu bara að sjá það eftir og ég vona að þið hafi gaman að því að horfa þennan fíbla gangi okkur. Og þetta svona eitt af, við erum mjög samrýnd, ég hef ekkert talað um áður, en þetta eitthvað sem ég hef alveg út af fyrir mig. Ef að, þú veist, eins og veiðin og þetta, hann hafði þetta út af fyrir sig, en svo bara fór mér að finnast þetta svo æðislegt. Þetta hjálpaði mér rosalega með minn sjúkdóm að vera í kulda, eins fáránlega það hljómar. Mér líður mjög vel að vera í hita, en ég verður rosalega slöpp, af því að allur hiti eykur ertir upp svona gömul kost eða gamla skemmdir. Þannig að kemur svona slen í kroppinn þar sem hann hefur orðið fyrir skemmdum. En á móti kemur að vera í kuldanum að þá kælir hann bara kólnar mænan og allt það dót og ég verð bara frískari og líður betur og sef betur og úti vera hann og bara að vera upp á hálendi á þessu fallega landi sem við búum á sama hvað má töðum veður og vinda að þá vildi ég hvergi annars staðar búa núna hvar ég stödd í mínum sjúkdómsferli. Þannig að það ekki bæði haldt svo sleppt og haldið, en það kemur sjálfsagt að maður þarf kannski að ákveða hvað verður ofan á. En eins og þá ég bara alsæl hér og alsæl með stuttarferðir í líuna á móti. Já, ég mun þá væntanlega ekki reka inn nefið fyrir að minnstakosti viku, jafnvel 2 vikum liðnum, einfaldlega því að við fórum suður í dag að hitta yngstu dóttur okkar og hún var að fara afsækja að skoða nýja leiguíbúð því að sú sem hún hún er að þarf að fara að koma sér úr henni og hún var svo heppin að fá bara æðislega íbúð á dásamlegum stað í Reykjavík sem hendar mjög vel mannesku sem ekki á bíl og vinnur niður í bæ og bara allt hennar líf er bara, hún er bara sérstonin miðbæjarótta ef þannig má orðið komast, en þannig að við vorum mjög ánægð að hún skildi þetta og á mánudaginn eftir rúma viku þá ætlum við að flytja hana. Svo bara sjáum við hvernig kjallega verður á þriðjudaginn, hvort ég ná að hendi í podcast á mánudagsmorguninn eða þriðjudagsmorguninn. Annars býður það bara í aðra viku. Við erum svo að fara í næsta veiðitúr bara. Já. Nóg að gera. En það er bara gaman. Það er líka frá meira að segja þegar ég kem aftur. En ég er ekki með neitt, ég hef aldrei gert það svona illa skipulagt, ég er ekki með neitt að blaði, ég þurfti að fletta til þess að gá, þú veist, hvað þátturinn væri og sem minnum á það að mér minnar ég hafi sagt farið vitlaust með mál hvaða þáttur var í síðustu viku, en þú veist, það skiptir ekki öllu, það verður bara rétt núna. Ég þurfti að kíkja í símann til að sjá hvað dagur var, hvað mánaðardagur var, þannig að þetta var það spontant og ég bara sótti þessi verkvinnslu, klári mitt
yfirheyrði kallinn, hendur honum út og tók svo þetta upp og og nú læt ég bara staðan mig og bara þakka kærlega fyrir þessa viku og eins og ég segi, ef við hafið áhuga á að næla ykkur í tösku áður en ég fer aftur í frí, þá er síðasta ferð á pósthús eða síðast þess að ganga frá pöntun er á þriðjudagskvöldið ef þið vilja fara í strax í póst næsta dag, annars verður það að bíða fram yfir aðra helgi og já, ég bara þakka fyrir í dag og óska ykkur öllum góðrar og gleðilegrar handavinnuviku eða vikuna og ég vona að þið hafi gaman að spjalli okkar hjóna hér á eftir og við sjáumst fljótlega. Takk fyrir og bless bless. Jæja, nú ætlum ég að taka bóndan á teppið. Ég var að horfa á podcast í morgun, Pins and Needles, sem er breskt, svona vídeoblogg prjónaskap þar sem að konan settist niður með manninum sínum og spurði hann yfir 40 svona spontant spurninga til þess að svona gæjast inn í hvað hann er að hugsa meðan við erum að brasa og ég sá að fleiri voru að gera þetta, þannig að mér datt í hug að snara þessu yfir á ástkæra Ylhýra og fleygja í hann nokkrum spurningum. Hann á nú ekkert voða auðvelt með að gera þetta svona, þannig að það verður spennandi að sjá. En þetta er sérst Helgi, maður minn, sem að þarf að þola allt þetta. Ertu tilbúin? Já, segja það. Hvað er það sem þú heldur mest upp á af því sem ég hef prjónað handa þér? Peysuna mína. Já. Er eitthvað sem þú heldur meira upp á en annað af því sem ég hef prjónað eða heklað almennt? Fyrir utan peysuna? Já, fyrir þetta. Ég meina að allt hitt sem ég gert. Nei, ég held ekki. Nei. Það er allt flott, sko. Pirrar það þig þegar ég prjóna á opinberum stöðum? Nei, ekki sérstaklega. Nei. Hvað er uppáhalds garnhátíðin sem við höfum farið á og hvers vegna? Aldrei. Það var ekki gert ennþá. Þetta er svona meira bundið við Evrópu og Bandaríkin. Við erum ekki alveg komin þannig. En það er að byrja. Pirrar það þegar ég dreg þig inn í gaddbúðir? Nei, ekki þannig. Lætur það hafa það? Hvað er það merkilegasta sem þú lært af þessari fíkn minni? Ég veit ekki. Þolinmæði. Ég var þolinmæður eða? Nei, ég. Ég held að það geti nú ekki gerst. En langaði til þess að prjóna sjálfum? Nei. Pirrar það þegar ég kaupi gadd? Nei. Hvað finnst þér að ég sé að vídeoblogga? Bara, fínlega bara. Já. Veistu munin á grófleika á gaddni? Já. Já. Hvað munið, fínlega gróft. Spot on. Áttu uppáhalds garnlitara? Já, þig. Já. Veistu hvað dokka af garni kostar að meðaltali? Nei. Það er nú gott. Ef ég myndi biðja þig að kaupa handa mig garn, hvernig færir þú að því? Ég hef gert það ekki. Já, hvar og hvernig? Ég er bara með góðar upplýsingar á þér. Hvaða garn hefur þú keypt handa mér? Jú, ég ferði búið keypt garn fyrir þig. Bara lopa eitthvað? Já, það er langt síðan. Já, langt síðan. En samt giftir þig. Já, samkvæmt minn tilskipun, þú veist, en þú er ekki valinn eitt. Nei. Hvað heldur þú að ég geti smiglað inn í íbúðina miklu á garni á mánuði? Góð spurning. Ef ég vissi að það var ekki að smigla.
Má ég gard sprengja íbúðina? Nei. Það er að prjóna utan hvert einasta húsgagn. Nei. Ég myndi ekki heldur vilja. Myndið þú segja að ég væri manísk, áhugasöm eða fiktari, hvað var það prjónaskap? Mjög áhugasöm. Á mörkuðum sem það er manísk. Hvað fer í gegnum hugan á þér þegar ég fer fyrir gaddbúðina eða fæ gaddsendingu í pósti? Ekki sérstakt bara. Þú veist ekki einu svona hvað ég fer í gaddbúðina. Nei, þannig að það er ekkert. Ekki mér verið með. Já. Og hvað hugsar það? Ekki bara vonum að ekki mjög lengi að þessu. Ef ég geti búið til hvað sem er handa þér með prjónaða hekla, hvað væri það þá? Þú veit ég ekki. Önnur peysa? Til dæmis. Þetta á ekki við hérna. Ef ég hef gert eitthvað handa þér nú þegar myndið þú nota það. Já. Þú notar allt sem ég hef gert fyrir sokka og húfur og allt. Hvað eru önnur not fyrir prjóna en að prjóna með þeim? Hvað væri það þá? Borða með þeim. Hann sagði þessi breski að hérna skafi undan nöglunum og hreins úr eyrunum. Já, það var líka hægt. Það er svona all. Hvað er það flottast sem ég hef gert að þínu áldi? Hann er eitthvað af þessum sjöliðinum. Já. Þú eru ekki nær í öll hérna? Nei. Og það er eftir að segja að þau blasa allstað við þig. Já. Hvernig er garnlagurinn minn? Heldurðu að ég þurfi meira eða minna á honum? Örugglega meira. Hvernig hjálpar handavinnan mér? Hvað að segja? Ætla að segja ekki. Halda þér hérna, halda vitinu. Hjálpar að halda vitinu. Já. Hvað heldur þú að ég eyði miklu í garn? Örugglega meira en ég held. Þetta er sama svarið hjá öllum. Já, ok. Getur þú útskipt munin á að prjóna, hekla og spinna? Já. Já. Svo notar hekluna fyrir að hekla og svo notar prjóna til að prjóna. Já, og svo notar rokk til að spinna öllina. Já. Og hvað gerir maður með tveim prjónum? Til dæmis sokka. Já, byggt til lykkjur sem verður að... Já, einhverju, já. Já. Það er svona, þú veist, alveg grunnskóla. Já. Þess ekki, hún vefur utanum heklunáluna og dregur gegn þess að búa til efnum úr því. Hvernig útskýrir þú áhugamál mitt við aðra? Þarftu eitthvað að útskýra? Nei, í rauninni ekki. Nei, ekkert verið spurður, hvað? Jú. Ég segi þessu ekki að prjóna og hekla og svoleiðis, sko. Það þarf ekkert að útskýra þannig. Nei, það þarf ekkert að útskýra eiginlega en á Íslandi, það kunna þetta allir. Hvað myndið þú óska að ég myndi gera jafn mikið af og ég geri af handavinnu? Það er góð spurning. Myndirðu vilja að ég var að gera eitthvað meira en að, þú veist, ryksu oftar að... Nei, það verður alltaf ryksu. Já, það er ekki gaman. Nei. Já, þetta er nú kannski skárra bara. Já. Ef ég myndi deyja á morgun, hvað myndirðu gera við garnið mitt? Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugsað út í það. Nei, gott. Stekta því. Ég hugsa að ég myndi, nei, ég ætla að láta brenna mig, þannig að það var ekkert sniðugt að brenna. Garnið með? Nei. Bara prjónahópurinn. Já, þetta er búið að koma hérna, það er spurt hérna eiginlega aftur, skammast þín fyrir að ég prjóni fyrir framan almenning, þú veist það. Nei, sama og nóg. Eða í fjölskyldu hittingum. Menn getur að gert það, sérstaklega. Nei, ekki svona í einhverjum veislum eða svoleiðis. Hvað myndið þú segja að ég prjónaði mest af? Prjónaði mest af? Sennilega sokkum.
Það eru hérna, já, mest fjöldin. En sennilega svona metralega séð þá er það sennilega sjölin sem að hefur farið mest af gatni í, eða meira enn í sokkana. Já. Ég hef ekki spáðið það sjálf. Hvað svona heldur þú að ég prjóni? Tíðist það gaman. Hver heldur þú að prjónahæfni mín sé á skalanum 1 til 10? 9,5. Nó. Hvað heldur þú að við sem að gera í prjónaklúbum? Kjaftaðarlega. Og Kannski prjónar. í prjónaklúbunum mínum, Já, þá var já, það mikið var prjónað. Veistu hvað ég er með marga áskrifundur af vídeoblogginu mínu? Nei, ég má ekki frá það. Seg hver. Þú mátt alveg fara. Ef þú ferð inn á vídeo, nei, hvað heldur ég sem er margar? 250. Nei, alltaf gott ef það er svona gott álda mér, elskan. En hérna, hvað heldur að sem er margir sem elta mig á Instagram? Hvað svipa? Nei, það er mikið meira. Ok, 512. Tæplega. Já. En hefurðu hort á vídeoblogginu? Nei, þú sagði ykkur með þetta óþægilegt. Og þú líður því bara. Já, já. En horfurðu sjálfur á svona vídeoblogga eða hlustar á podcast, ekki handavinn tengt? Eitthvað svona sem að fólk er bara út í bæ að gera. Mjög lítið. Þannig að þú ert ekkert eitthvað svona uppáhalds svoleiðis. Nei. Ef ég myndi prjóna handa þér nýja peysu, myndi þú nota hana þótt hún er hallarsleg? Mögulega. Það getur hallarastlega skemmtileg. Já. Ef þú myndir skammta með pening á mánuði fyrir gatni, hvað fengi ég mikið? Ég veit ekki. 10-20.000. Já, takk. Það er ofallegt. Finnst þér þurfa að fara í garnmegrun, í yarn diet? Kaupa minna garn? Ekki eins og allavega. Nei, gott. Hvað hann er að skora feitt. Hversu mikils virði heldur þú að garnlagar með sé? Örugglega slatta. Spurningum að breyta tryggingar ákvæðum. Kannski. Herru, takk fyrir þetta.